Já, Guðmundur Hrafn Arngrímsson, formaður Samtaka leigjenda hingað kominn. Það var fundur í dag húsnæðismarkaðinn. Já. Og maður heyrði það svona í fréttunum að það voru 8.100 og 2.900 og 6.900 og það bara ringdi tölum það hvað væri mikið að húsnæði á leiðinni og 30% meira heldur en síðast og bara húsnæðiskreppan bara, maður gæti haldið það. Já, maður gæti það. Já, þetta hljómar svolítið þannig. Ég hlustaði á þetta á netinu, sem betur fyrir í boði, að hlusta á þetta á netinu og þetta var mjög fróðlegur fundur og merkilegur svona, þetta virkaði svona eins og einhvers konar svona sameiginlegur svona fjölskyldu vettvangur fyrir samtök Einarins og Húsnæðis- og mannvirkjastofnun. Þetta greinilega mikið og gott samstarf á milli og starfsfólki svona kallaði hvort annað bara með gælunöfnum og svona, þannig að greinilega mikið samstarf á milli sem kannski gott og vel, en þetta var merkilegur fundur. Það var ekki leigjandi á þessu fundu það? Já, ég veit ekki til þess að það verið leigjendum hafi sérstaklega boðið, en það var tölur fjöldi hérna í salnum og kannski hefur eitthvað verið hérna leigjandi, en í pallborðinu sem að fundurinn enda með var ekki boðið upp á spurningar og sal, heldur var þarna framkvæmdastjóri eða stjórnarformaður Samtaka byggingar Iðnaðarins sem stjórnaði pallborðinu og var bara með sína spurningar. En þetta var fundur sem fjallaði fyrst og fremst svona þessa stefnu Sigurður Inga ráðherra innviðamála að auka gagnaöflun fyrir Húsnæðis- og mannvirkjastofnun. Þetta snerist rosalega mikið eða mestu leyti það þetta nýja mæliborð sem að Húsnæðis- og mannvirkjastofnun með yfir framvindu í byggingariðnaðinum og svo að hluta til kröfu byggingaraðila og Samtaka Iðnaðarins og aðila í þessu bygging gera að einfalda regluverk og mikið gert úr því að þetta væri mjög flókið. Hugsanlega þetta flókið, ég reyndar þekki ekki nákvæmlega hversu mikið og hversu íþyngjandi þessi byggingareglu gerði eftirlit og annað. Samtaka Iðnaðarins birti núna á föstudaginn svona kröfur sínar gagnvart ríkinu og þeir vildu lækka skatta á sig, þeir vildu minnka regluverk, þannig þeir eru svolítið á þeirri línunni. Já, og mér fannst eins og uppleggi frá starfsmönnum Húsnæðis- og mannvirkjastofnunar að þarna hafi Samtök Iðnaðarins bara haft fullnaðan sigur að þá að einfalda byggingaregluverkið og eftirlitið til muna. Ég veit ekki hvort það skilar sér í því að hér verði að framleiðsla á íslensku byggingariðnaði aukist til muna. Skulum líta bara aftur ársins 2005, 2004, 2005 og 2006. Framleiðsla íslensku byggingariðnaðar svo sama á þá. Okkur fjölgaðum næstu 60.000 manns síðan. En framleiðsla á íslensku byggingamarkaði í kringum 3.000 íbúðareiningar á ári. Það svo sama og var fyrir hrun. Í 8 ár á hrunárunum frá 2009 til 2017 við meðaldali byggðar 1.000 íbúðir á ári sem þriðjungur af íbúðaþörfinni. Þannig við með risahólu sem enginn að ávarpa. Þetta fólk ekki að fylla þessa hólu? Já, það minnst á kosti með við áætlanir ríkisins sem að byggja 35.000 íbúðir á næstu 10 árum. Þá búið að vera að byggja og yfir 3.000 íbúðir. Það ekki verið að ná þessum 3.500 íbúðum sem þarf að vera á hverju ári til þess að ná þessum takmarki. Á hverju ári þá milli 300 og 500 íbúðum minna heldur en ætluðu sér. Nú, eins og nefnir þá risagat, það kannski gat upp á eitthvað svona 10, 12, 14.000 íbúðir sem vantar inn á íbúðamarkaðinn, en það ekkert ávarpað sem fundi. Það talað það að gagnaöflunin sem að Húsnæðis- og mannvirkjastofnun getur núna sinnt, hefur tekið til sín verkefni frá Hagstofun og Þjóðskrá og fleiri aðilum. Það mun vera til þess að stefnumörkun sveitarfélaga og byggingaraðila verði einfaldri og einfaldra byggingaregluverk muni hraða uppbyggingu. Ég get bara varla að sé þetta vegna þess að húsnæðis uppbygging eftir að hafa verið í samtölu við fólk sem að man hvernig húsnæðis uppbygging var á 9. áratugum til dæmis að það tekur margfalt meiri tíma orðið að reisa íbúðarhúsnæði heldur hann tók á 9. áratugum. Þar sem menn töluðu að hafa reist sér og flutt inn í einbýlishús á örfáum mánuðum. Núna tekur þetta orðið 2, 3, jafnvel 4 ár
og þetta bara spurningum, framleiðslugeta byggingariðnaðarins fyrir fyrir hendi til þess að framleiðni í byggingariðnaði munum við geta uppfyllt þessi lofar og stefnu stjórnvalda að byggja hérna 35.000 íbúðir á næstu 10 árum. Það virðist ekki vera. Við þurfum líka að hafa í huga að þetta bara til þess að fylgja íbúðaþróun. Það eru 7 til 8, 9.000 manns að bætast í þjóðina hver einasta ári og þessar 3.000 íbúðir bara rétt fyrir því. Þannig að gatið ekki ávarpað með neinu leyti. En ég verði hins vegar að segja að það voru þarna aðeins sem kom bara ansi vel fyrir og ég verði nú bara að svona hrósa minnst okkar orðræðu sjálfs innviðaráðherra Sigurðar Inga í sínu tali að þarna svona talaði hann svona beint á móti aðilum á byggingamarkaði að þeir verða bara að taka á sig ákveðna fórn og líka að sinna skyldum sínum í að byggja hérna hagkvæmt húsnæði. Nú það var mikið talað hagkvæmt húsnæði. Já, það var hægt ef það fella niður eftirlit og reglur og annað slíkt. Þá er ekki þetta að setja inn reglur á það að verða að gera það. Nei, en það svona, virtist í tali ráðherra að það standi til að herða eftirfylgni þessara stefnu ríkis sem hér að 30% allir húsnæði verið hagkvæmt húsnæði, þá reyndir eftir að skilgreina hvað það er. Nú, við höfum séð tölur hagkvæmt húsnæði sem eru á áætlunarborði Reykjavíkurborgar, þar sem að fermetraverðið mikið hærra heldur en markaðsverðið. Þannig að hvað er hagkvæmt húsnæði? Það er mikið verið að tala þetta, en mér fannst tónninn hjá ráðherra vera jákvæður að þessu leitum til. Ég komur óvart. Hann skuli hafa tekið svolítið svona sterkt til orða. Talandi hagkvæmt húsnæði og markaðsverð. Það var fjallað á samstöðunni í gær, á vefsamstöðurinnar Bríet, sem leigufélag í eigu húsnæðis- og mannvirkjastofnunar sem held þennan fund. Það sem það dæmi sem voru tekin, eitt dæmi af fátækrar konu í Njarðvík, virkaði að þetta væri langt yfir markaðsverði og var reynda tekin önnur dæmi. Það var frægt í sumar þegar Bríet var að reyna að leigja út parhús á Fáskrúðsfirði á 352.000 krónur á mánuði. Svo sáu þau af sér og höfðu misinn eitthvað og lækkuðu 79.000. Það virðist vera að þeir sem að segjast vera með hagkvæmt húsnæði eða óhagnaðardrifið leigufélag séu bara í markaðsverðinu og jafnvel langt fyrir ofan. Já, það bara, ég hef verið að skoða þetta félag og ég hef verið að skoða bara tilkomin þessa félags inn á markaðin og þetta náttúrulega ásir svolítið langan aðdraganda frá því að Íbúðalánasjóður tekur til sín þess að tæpla 4.000 íbúðareiningar færi svo yfir í leigufélagi Klett hlutaðum eftir að hafa selt töluvert aðeim bara út úr sjóðunum. Nú það var talað það á heimasíðu Kletts sem svona hálfgerður forveri Bríetar að þarna var komið til leigufélag sem myndi hafa róandi áhrif og svona fyrirsjáanleika fyrir íslenska leigjendur. Nú í 2017, mitt árið 2017, þá tekið ákvörðum að selja leigufélagi Klett og síðustu íbúðar sem þar voru inni fóru 450 talsins inn í almenna leigufélagið, eða Ölmu sem við þekkir, sem var gamma þá eða almenna leigufélagið. Þetta var gert til þess að efla íslenska leigumarkað og þess áttar og það var líka fylgdi sögunni. Eflur íslenska leigumarkað með því að taka hann út úr Já, en það fylgdi sögunni að Íbúðalánasjóður ætti ekki að standa í leigurekstri í samkeppni við almenna leigumarkaði, þess að einkaaðila á leigumarkaði. Og þess vegna ég veit ekki það var talað bara þessi samkeppnissjónarmið og jafnræðissjónarmið að ríkið var ekki að vassast í rekstri leigufélaga. Þess vegna vildu þau selja Klett og seldu Kletti mitt árið 2017. Strax vorið 2018 verið að tala það auka lánveitinga til þess að sveitarfélög og verkalýðsfélögin geti keypt leiguhúsnæði á markaði. Það var auka lánveitinga. Það varla liðið 1 ár frá því að búið að selja leigufélagið þangað til að Íbúðalánasjóður að tala það að auka lánveitinga til að kaupa af verktökum og af almennu markaði leiguíbúðir. Og það verið betra að hafa þessar 400 íbúðir sem svona upphafið af slíku verkefni. Já, svo gerist það bara strax haustið 2018, þá stofnað þetta leigufélag Bríet með 270 fasteignir sem voru þá ennþá eftir í Íbúðalánasjóði. Það eru færðar yfir ég veit ekki nákvæmlega hvernig samningarnir voru, en ég veit nokkuð tilfelli
og þau tilfelli sem ég veit þá þetta veðbandalausar íbúðir. Það að hvíla ekkert á þessu, þetta skuldlausar íbúðir sem að leigufélag Bríet tekur yfir frá Íbúðalánasjóði og fer með inn á almennan leigumarkað. Og það svona undarlega í þessu að þeir fara af stað með þeim formerkjum að vera að reka óhagnandrifið leigufélag í eigu almennings með veðbandalausar, skuldlausar íbúðir. Engan fjármagnskostnað. Engan fjármagnskostnað. En eru samt sem áður að leigja á leiguverði sem yfir markaðsverði, sem óregluvætt markaðsverð. Athugum það að á regluvættum leigumarkaði í Danmörku 30% hærra heldur hún á óhagnandrifum með leigumarkaðum í Danmörku. Það að regluvættur einkamarkaður með 30-35% hærri leigu heldur hún óhagnandrifum með leigumarkaði í Danmörku. Hér, ef þau dæmis ég hef skoðað, það Bríet með yfir 20% hærri leigu heldur hún á óregluvættum einkamarkað á Íslandi. Og þeir eru óhagnandrifum leigufélagi í eigu almennings. Við búum hérna við versta leigumarkað. Sem að ég bara þekki í svona stóru samhengi. Þetta tilkomið vegna röð ákvarðana úr Íbúðalánasjóði sem nú HMS sem rekur þetta leigufélag. Ég verð stundum svo gapandi hissa á því að þetta fólk, manneskjur sem hann inn á svo stofnun, hafi bara geta tekið þessar ákvarðan allar saman, alveg vitandi hvað myndi gerast? Að hérna myndi verða óhæmin leigumarkaður með 1000 íbúða í eigu fjárfesta, ekkert félagslega rekið húsnæðiskerfi. 2017 mitt varasjóður húsnæðismála lagði niður. Sama ár og Klettur seldur varasjóður húsnæðismála lagði niður, hann hafði fullkominn hlutverk sitt. Hann hafði selt allt sem var þetta að selja út félagslega í reknu íbúðakerfi á öllu landinu. Hann hafði verið starfræktur í 20 ár. Þetta sama ár. Það eins og þetta sé allt saman teiknað upp. Við klárum að selja allt félagslega leiguhúsnæði á landinu, seljum þessar eigur sem við eigum eftir hérna inni sem að fjölskyldurnar skilu hérna inn eftir hrunið og förum svo að lána verktökum til þess að byggja leiguhúsnæði algjörlega hvaða laust nánast. Þetta náttúrulega með sko maður á ekki orðið fyrir þetta. Það alveg, þó sem voru liggja yfir þessu í heilt ár, þá nær maður ekki utan þetta. Að ríki skuli svo koma núna eftir að hafa búin að skapa hérna þessa ófreskju sem íslensku leigumarkaðar og koma svo inn á leigumarkaði með óhagnandrifið leigufélag sem leiðandi í hækkun leiguvers. Hvar á jarðkringlunni myndi þetta geta gerst? Ég er orðlaus. Það kom fram með á samstöðunni að þetta virkar líka sem mjög illaríki fyrirtæki. Það hérna miklu hærri launa og svona almennur rekstrakostnaður heldur en í félagsbústöðum sem líka opinbert fyrirtæki, en fólk getur ekki verið að segja að hið opinbera sé lélegt í að reka eitthvað. En það sem að sló kannski stakk mest í augun var að fjármagnskostnaður félagsbústöða var 2,1% af heildarskuldum, en það var vel yfir 7% hjá Bríet. Já, 7,19%. Og þessum kostnaði velt yfir á leigjendur sem margt fátækasta fólk á Íslandi. Já, en hvaðan þessi fjármagnskostnaður? Ég veit að Bríet hefur núna undanfarin 2-3 ár verið að leita að því að samstarfsaðilum hjá sveitarfélögum á landinu að byggja leiguhúsnæði til þess að svona tryggja hreyfanleika vinnumarkaðs. Þetta svona nýja tískuorðið. Það að tryggja hreyfanleika vinnumarkaðs með að vera með framboð af leiguhúsnæði. Það virði sem svo, ef að þeir hafa haft þessi nokkur ár, 2-3 ár, að leigja 270 skuldlausar fasteignir á markaðslegu og yfir markaðslegu, þá hafa það væntanlega getað safnað í einhverju sjóði. Og ég get ekki skilið það að ríkisveiki batteri skuli njóta svona lélegra fjármagnskjara, að fjármagnskostnaður þeirra skuli vera herri en annara í svipuðum rekstri. Ég bara skil það ekki. Og það pottubrotur þarna. Það ætti að rannsaka þetta mál. Já, það er eitthvað meiri háttar bogið við Bríet. Já, ekki bara reksturinn á því sem mörg spurningamerki við reksturinn sjálfan, heldur líka hlutverk Bríetar sem óhagnandrifins félag og hvað það þýðir,
hver skilgreiningin á svona hugtaki? Óhagnaðardrifið, hagkvæmt húsnæði. Það virðist ekki neinir mælikvarðar á þessu. Þú getur rekið það bara fárlega illa með miklum kostnaði og varpa kostnaðinu sem yfir á leigjendur og þú ert ekki að skilja inn hagnaði, en þú ert eins og kannski að reka þetta með tvöföldum kostnaði þar sem maður mætti reikna með. Þetta er mál sem þarf að skoða. Við fjöllum meira Bríet í framhaldi. Takk fyrir að koma, Guðmundur. Herðu, hérna eftir augnablik þá ætlum við að tala börn og barnafjölskyldur.